Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er með yndislega skemmtilegan viðmælanda í dag og hún ætlar að byrja á svolítið óvanalegan hátt, hún Marta Eiríksdóttir með trommunniðina. Velkomin Marta. Takk fyrir. Ætlar að spila aðeins. Já, eitt lag sem að ég sneri yfir á íslensku, ég er svo íslensk. Já, flott. Móðir ég finn þig undir mér, móðir ég heyri hjartslátt þinn, móðir ég finn þig undir mér. Móðir ég heyri hjartslátt þinn. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. Ahó. Ahó, dásamlegt og Ah, falleg tromman þín. já, yndisleg. Hún kemur frá Noregi. Já, er það? Þegar við fluttum heim 2018 þá kallaði svo á mig að eignast trommu. Já, nú þrjár trommur en svo, ég var svo hrifin af sömum. Þeir eru yndislegir. Já, og ég var að vísu ekki í Norður-Noregi en ég fann svo fyrir orkunni þeirra. Þetta eru náttúrulega frumbyggjar Noregs. Já, já, Og svo kom ég mér eitthvað, þú veist, hlutinni gerast einhvern veginn. að sjálfsögðu, það er bara þannig. Það er bara þannig og ég komst í samband við 70 ára gamla mann sem var árið 2018, 70 ára gamall og hann var að búa til trommur og hann var þarna upp frá í Norður-Noregi og þetta er hreindýraskinn og konan hans, svona næm kona, að hún spurði mig hvaða kraftdýr ég hefði mestar mætur á. Og ég bjóð þarna í Norðfirði í Noregi og þar var svo mikið erni og ég elska örn, svo ég bað haförnin. Þannig að svo kom hún til mín, þess að elska. Mjög falleg og flott hljóð í henni. Ofsalega fallegt. Og ég nota hana mikið þegar ég er með jógadansi. Já, já, Þannig að hún er rosalega, þetta er sjaman svona healing drum. Það er rosa svona mikið losun þegar maður fær hana yfir sig sko. Eins já. og núna þá, menn ég var að bíða eftir okkar spjalli, þá fann ég að ég var svona pínu stressi og ég sagði, já, ég næ bara í trommuna mína. Og og söng með henni og hún losar svo. Þannig að það Bara er gaman að yndisleg tromma. og sem sagt, söngurinn, ég meni, ég var bara strax alveg tengd við jörðina. Já. Þannig ég bara alveg, vá, jarðtengingin alveg svakalega góð. En þú segir Já. jógadans, hvað ertu að gera með jógadansi? Í jógadansi þá erum við að dansa í gegnum orkustöðva líkamans, Já, þessar sem eru 7 talsins. já, Og þetta er aðferð sem ég lærði í Bandaríkjunum á Krippólu jógasetri árið 2005. Þannig að ég er búin að vera að gera þetta í 20 ár hérna heima á Íslandi og líka í Noregi þegar ég bjóð þar. Og þarna erum við að tengjast orkustöðvunum og fá útrás og opna fyrir flæði í hverri og einni með sérstökum tónum, með límkjarnaoljum líka. Þær eru að hjálpa okkur. já, sjálfsög. Og svo fer röddin þegar við fyrir í hálsstöðina, þetta er bara alveg ofsalega opnum og okkur líður svo vel í líkamannum á eftir. Og Það auðvitað, er mikið mál, já. já, Það er það er mikið svo mál. mikið mál. Já. Segðu mér hérna, þegar þú ert með svona jógadans, Já, ertu þá með eitt námskeið eða hittist þið reglulega til að dansa eða hvernig hefur þið fyrirkomulagið á þessu? já, sko, ég er að kenna hér úti á Garðska. Ég er í íþróttamiðstöðinni í Garði. Ég bý Já, á Suðurnesjum, ég bý hérna á milli Garðs og Sandgerðis í frístundabyggð hérna á milli. Og ég býð upp á námskeið sem er 4 skipti og þær koma sérst einu sinni í viku
og þetta náttúrulega bara dásanlegt, en stundum býð ég upp á eitt skipti, eins og til dæmis núna helgina, þá ég að fara til Akureyrar og að bjóða upp á eitt skipti á laugardagsmorgun frá 10 til 12 á Akureyri og alltaf með trommuna og allt. Ég að fara til Akureyrar helgina, sko. Já, og nú við erum að taka þetta upp á miðvikudegi og ég gera til að birta viðtalið á föstudaginn, þannig að hvert á fólk að snúa sér ef það vil skrá sig. Dásamlegt, heyrðu. Sko, ég í Sálrannsnafélaginu kvöldið, Sáló á Akureyri kvöldið og þar ætla ég að fjalla svo ég bara sýna hana strax, þessa elsku, þar ætla ég að fjalla þessa bók og leyfa hlustendum eða þeir sem koma og hlusta á erindi, að upplifa orkustöðvarnar í gegnum tal og tóna. Og á laugardagsmorgun þá förum við dýpra inn í orkustöðvarnar. Ég náttúrulega bara á Facebook eins og allir hinnir. Já. Og það er hægt að skrá sig þar, bara Marta Eiríksdóttir og finna hana og skrá sig. Já. Og auðvitað tímalega. Frábært, þessi bók þín, þú kallar hana Orkuljósin. Já. 7. Og þannig að fjalla þá orkustöðvarnar eins og þær eru svona upprunalega kenndar og koma frá Indlandi í gegnum jóga þjálfunin og annað þess að þar. Já, það svoleiðis. Já, þetta ein af þeim bókum sem þú ert búin að vera að skrifa á undanförnum árum, þú ert búin að vera svolítið dugleg með penn eða við tölvuna, sko, Já, ég byrjaði 2012, ég flytt út til Noregs 2011. Ég var áður blaðamaður stundum á Víkurfréttum og allt þetta og ég hef alltaf haft þetta í mér að skrifa. Svo þegar ég kem til Noregs þá ég atvinnulaus, maðurinn minn hann fékk vinnuna, hann var rafvirki og og þá hugsaði ég með mér, ok, nú verður ég að gera eitthvað og þá byrjaði ég að skrifa og þá gaf ég út æskuminningar úr Bítlabænum Keflavík. Hvernig var að alast upp með hernum. Ég ólst upp með hernum að passa fyrir kanan. Já, var það ekki? Já, og það er mjög skemmtileg bók. En allavega, svo hélt ég bara áfram. Ég vildi fá vinnu í auðmýkt, svo ég réði mig á leikskóla. Til þess að vera, að því ég kennaramennt, ég vön að vera foringi og eitthvað svona. Svo ég vildi fara í auðmýktina og ég var mállaus og ég vildi vera með litlu börnunum, læra af þeim norskuna og líka láta skipa mér fyrir. Farði nú að skipta af kúkableginu á honum Jenni, litlu eða eitthvað og ég þakkaði fyrir það að ég naut þess að vera bara þarna. En ég var forfallamanniska. Þannig að ég hafði líka tíma til að skrifa og ég skrifaði nokkur handrit, alls konar handrit. Á meðan þú bjóst í Noregi? Já, af því að það var svo mikill tími. Við vorum bara 2, börnin okkar, við 2 börn, sem sagt, fullorðin og þau voru heima og þannig að það var bara ákveðið að njóta þess að vera, en það var svo mikið power í mér, ég var að gera eitthvað, svo ég byrjaði að skrifa. Ég var einmitt að hugsa, býtum við, hvernig fór Marta því að láta segja sér fyrir? Jú, það var æðislegt. Já. Ég fílaði það, algjörlega. Já, það er gott svona inn á milli að láta segja sér fyrir. Já, líka bara hlusta á fólk. Ég elska líka samvinnu og hlusta á fólk. Ég ekki bara svona eitthvað sem að ríðist áfram og jæja, nú gerum við þetta. Ég elska líka að hlusta og læra hvað aðrir hafa að segja við mig, sko. Dásamlegt, alveg dásamlegt. En þú ert búin að vera að skrifa margar og þessi nýjasta bókin þín hér. Já. Þessi Þjáningin fæðingarhríð skilningsins. Nákvæmlega. Og þú situr svona kristkórónu framan á. Gerði það. Sem svona þyrnarnir. Já. Og í rauninni verða þeir að svona alvöru kórónu. Já. Ef við getum sagt þessu svo. Já, það var mín hugmynd að sko, þú veist, eins og ég skrifaði í upphafi bókarinnar, þá kom til mín þetta örugglega ljóð, skilurðu, en þetta kom til mín. Við erum öll með sár á sálinni og við göngum öll í gegnum áföll og erfiðleika. Sko, það bara þannig. Við komumst ekkert í gegnum lífið án þess að verða fyrir einhverju, annarkvort í samskipti við annara
við aðra meina ég, eða í samskiptu við líkamann og hann fyrir að sýna einhverja veikleika. Við fáum þetta öll Já, og ég, sko, af því að, sko, ég er alin upp hjá mömmu sem að kendi mig faðirvorið og syngdi mig þegar ég var búin í baði einu sinni í viku, þú veist, ég er fædd 1961, já, þannig ég er já. bara böðið á laugardögum Já, það var, og ég hér tek til líka laugardagana. svoleiðis, já. Og svo þegar mamma setti mig í hvíta bómullabólinn þá syngdu mig alltaf, sko, Já, og og svo lærði ég það, sko, af hverju hún gerði það og fór með faðirvor og allt þetta og fann ósælega tengingu við Jesú því ég var lítið barn. Svo byrja lífið, þú veist, og ég byrja að gera ýmislegt svona, nálgast táningsaldurinn og fyrir að reykja og annað og þá var nú ekki töff að trú á Jesú og svona, svo ég henti honum bara út í hafsauga, svona kannski eftir ferminguna eða eitthvað, þú já, veist, ég náttúrulega fermdist og ég man ég tók það mjög hátíðlega þann dag, sko, en svo er ég bara, þú veist, svo er ég bara svona rekalt, þú veist, ég er bara að prófa ýmislegt, það var ekki verið að passa svona upp á börnin svo er, þú veist, gert í dag og var bara alls konar að gera og svo bara fer ég að upplifa náttúrulega bara andlega erfiðleika, þetta var bara töff já, og þá þegar ég var komin, þú veist, til mín aftur, þá var það bara eitt sem gat hjálpað mér, það var bara Jesú, það var bara trúin og þess vegna auðvitað, þetta er náttúrulega hann, mistarinn sjálfur, já, en það sem kemur út úr erfiðleikunum, segi ég, alltaf. Það er alltaf eitthvað sem við lærum, það er alltaf kóróna í hvert skipti, skilur, það sammála, er það. já, algjörlega sammála. Já, Við bætum alltaf við okkur í þroska í hvers skipti sem við komumst í gegnum erfiðleikana og gefumst ekki upp fyrir þeim og finnum já, leiðir og breytum okkur sjálfum eða breytum viðhorfa okkar til lífsins eða hvað annað. já, akkurat. En hérna, ég er nú ekki búin að lesa alla bókina, en ég er Nei, búin að vera hérna, að glugga eina. Það sem mér finnst mjög skemmtileg já, hérna, er að þú byrjar náttúrulega að segja hérna hvers vegna skrifa ég þessa bók og ferða eins yfir það. já, Einfaldasta leiðin til þess er að segja frá lífi mínu á einlægan hátt, sem er mjög skemmtilegt og það gerur í þessari bók. En það sem ég finnst dásamlegt hérna er að mamma þín skrifaði þér bréf já, með upplýsingum hvernig þú varst sem krakki. já. Ég segi nú bara Guð almáttugur, veistu það? Ég var náttúrulega rosalegu krakki Já, og ég hefði örugglega verið greind eitthvað, hefði svoleiðis tími verið, já, en sem betur fer var ég ekki greind neitt, ég fekk bara að vera svona eins og ég var, eins og öll börn voru á þeim tíma. já, Við vorum bara út í náttúrunni, út að leika okkur, við fengum útrás, byggum til alls konar, eins og ég er að lýsa eiginlega mest í bókinni minni Mamie Babysit, það er fyrsta bókin sem ég skrifaði. Við byggum til leiksýningar í götunni, við byggum til verslanir, við fórum út í búð og keyptum lakrís og skárum hann niður og seldum hann dýrari og við vorum alltaf að finna upp á einhverju. já, ég veit að það er svo skemmtilegt og þess vegna þú náttúrulega sko, þú verður leikrita smiður. Já, Þú ert að semja leikrit fyrir skólan og annað þess að það sem er náttúrulega ásalegt sko, já, bara sem bara barn. 10-12 ára. Já, Já, og hérna þannig að ímyndunaraflið hefur ekki skort. nei, alveg á fullu. En segðu mér, heldur þú hafi sótt þetta í það að þú varst að horfa á sjónvarpi, nú var náttúrulega þú hefur verið með, þegar allir hafa verið með sjónvarp og verið tengdi við kanasjónvarpið á vellinu. Já, sko, við vorum með kanan og og auðvitað komu hugmyndir það er alveg á hreinu. Já, En sko, ég hafði ofsalega gaman á ævintýrum, en ég las engar bækur sem voru með bara stöfum. þetta er yndislegt, þetta er eins og hérna, svona dóttir mín segir, amma sko, mér finnst skemmtilegri bækur sem eru með svona myndum, ekki þessar sem eru bara með stöfum. Já, og nákvæmlega. Þú ert með bók sem er bara með stöfum. Ég veit það. En þessi stafir, þeir eru svo safaríkir, þessi sem ég er að skrifa þarna. Já, en málið er það að alltaf þegar ég fékk bók með myndum, þá bjó ég til söguna.
ég var ekkert að pæla í sögunni sem fylgdi bókinni, ég bara bjóð til, þannig að þetta búið að vera inn í mér. Sko, þú yndislegt. fékkst ekkert að horfa á kanasjónvarpi þó að væri kanasjónvarpi í Keflavík, það sem ég ólst upp. Við komum heim úr skólanum og maður bara hendi skóladótun inn og svo bara út að leika og ef að ég ætlaði að fara að horfa á kanan sem byrjaði klukkan 4, ég man eftir því, þá var mamma, nei, út. Mæður voru alltaf að reka börnin sín út. Já. Og við fengum ofsalega sjaldan að vera inn í einhverjum nema að væri bara alveg grenjandi rigning og þá vorum við að búa til dúkkulísur eða, þú veist, alltaf að skapa eitthvað, alltaf að skapa eitthvað. Alltaf að skapa. Já, en dásamt, ég á alveg samskonar minningar, sko, það var verið út að leika og það var verið í búðaleik og það var verið í öllu mögulegu og öðlaðist mjög, fjölþætt hlutverk og manna við sko seldum salat og það var, við rifum af njólunum sko til að það var salatið og blöðin og eitthvað, þetta var bara skemmtilegt og góðar minningar, maður sér enga krakka leika sér svona í dag. Nei, sko, og svo megum við ekki vera döpur yfir því hvernig heimurinn að þróast, af því þetta allt í ferlinu, sko. Ég segi alltaf, Guð veit alveg planið, sko. Hann alltaf einu skref á undan og ef við förum í það, það var svo gott í gamla dag, þú veist, við byggum til drullukökur og gerðum eins og þú, settum blóm ofan á, svo, var svo girnilegt drullukakan, ég man eftir ég maður svo, og eitthvað smakkana, svo var hann ógeðslega vond. Þú veist, skilur þið. En það kannski sko þessi tenging við náttúruna. Ég meina, við fórum og fundum okkur efni til að leika okkur með úr náttúrunni. Sammála. Og það er kannski það sem að vantar svolítið hjá börnum í dag. Þau fara út núna meira með bolta eða eitthvað, þess vegna einhver flygildi eða eitthvað, þú veist, eða dróna til að leika sér með og svona. En þau ekki svona mikið bara í grafinu. Kannski líka það að börn eru svo mikið í prógrami. Það er svo mikið, það var ekki svona þegar ég var alast upp. Ég byrjaði í handbolta 9 ára. Það var bara því að stelpurnar byrjuðu í handbolta. Ég var í handbolta frá 9 til 15 ára, æfði með Keflavík. Mamma og pappi komu aldrei að horfa. Það voru engir foreldrar að horfa á okkur, við vorum að keppa og allt þetta. En það var ekkert, þegar ég alast upp, það var ekkert svona kassaplan. Nú átt þú að mæta þarna, nú átt þú. Eina sem ég man eftir, það var dansskóla á miðvikudögum og þá fékk ég alltaf lambakótilektur í raspi kvöldi, af því það var alltaf ákveðin matseðill, alltaf fiskur á mánudum, alltaf læri í hádeginu og sunnudum, þú veist, þetta var svona. Þetta var gaman. Það var aðalmáltíð var á sunnudum var borðið í hádeginu. Nákvæmlega. Afgangur kvöldi, sko, þetta var náttúrulega bara dásalegu tími, sko, ég man svolítið eftir í rauninni Kanabænum Keflavík. Vegna þess að móðursystir mín hefur alltaf búið í Keflavík og þegar hún var komin með 2 litlar þá var ég send í vist. Þetta passa, svo ég var svona svolítið, þú veist, það var farið út til að fara í búðinu og þá var einhver sem kallaði komdu í kaffi og það var verið að spila á gítar og syngja Patsy Cline lög og eitthvað þess að það. Og ég var líka á þessum tíma, sko, þar sem að það var ekki búið að byggja blokkirnar upp á velli svo að það leigði Kani í hvaða einasta húsi. Nákvæmlega. Þannig að þú fékkst Kana. Ég fékk þetta alveg, þessa upplifun af Keflavík, það var alveg, þú veist, í mínum huga þá ég man alveg eftir þessu því að ég var bara sko oft í langan tíma á sumrin hjá henni, alveg fram að því að ég er svona 10-11 ára, sko. Þannig að ég man þetta alveg og ég man alveg eftir öllum lögunum úr Kananum og bara öllu því sem var að gera, þetta var öðruvísi samfélag. Mjög. Út af nándinni við herinn og ég segi ekkert verra en þetta var bara, þetta var upplifun. Það var það. Á tímabili þá skömmuðust við okkar, ég man eftir því þegar ég var unglingur, þá skömmuðust við okkar af því það hélt allir að við værum kanamellur. En svo, en það eru konurnar eða stelpurnar sem að koma úr Reykjavík sem að, þú veist, við vorum alltaf, af því við vorum ekkert endilega að sækja í okkar. Við bárum ekki mikla virðingu fyrir Kanan. En þegar maður var lítið barn, þá var maður að passa fyrir þá, passa börnin, til að fá sleikjó eða eitthvað,
þú já, veist, já. bara Þetta af var því bara að það var aldrei sanngjarni. gangur lífsins þarna. Ég man alveg eftir því sko að mitt hjásysturinn með mig, þau voru að byggja Já, þessi fyrir í nýju húsnæði og það var já, sko fjölskylda fluttu allir inn í stofu til þess að geta leigt herbyggin. já, vá, Efnibergin, skilur þú veist, þetta var bara þannig maður hérna kom í heimsókn og ekki hafa hátt, það er svo við hérna eða eitthvað og hérna og svo kom einhvers út í uniformi skilur eða eitthvað hugsaður. að, Ég get nú ekki, vá, það voru allir að reyna að græða. já, ég meina það var sko, en það var náttúrulega var ekkert húsnæði fyrir þetta fólk Nei, nei, og þess vegna var svo mikil eftirspurn, þetta er bara náttúrulega frambúð eftirspurn algjörlega, og hérna þetta hjálpaði örugglega mörgum fólki að koma yfir sig á þakki. takkinu eins og maður segir. Og líka bílskúrar, ég man eftir því sko heima í Háholti þar sem ég ólst upp, bílskúrar voru notaðir og ég alveg, af hverju eru þið ekki að leiga köðun, mamma? Af því Já, að þau voru ekki að leiga sko. nei, 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 En, já. en það var svo flott sko að vera með kana í bílskúr. Ég man, en svo man ég mjög eftir einni svona, ég segi senu, vegna þess að ég Já, horfði út eldhúsgluggann hjá móðursystur minni, já, úr næsta húsi að sumarlagi kom já, kona, hún var sko bara klætt eins og Grace Kelly. ó, vá, Hún var með svona eins og blóma, svona hatt sem var smelt á höfuðið vá, og í kjól með stuttum ermum og þröngum og svo víðu pilsi ég man enn að hann var ljósblár og ég segi mér, vá, vá, hún er svo amerískri bíómynd, þú veist það vá, var alveg bara með stjörnur í augunum sko. Og svo já, var náttúrulega bara komið krakkarnir á eftir í téból og buxum og skilur eitthvað já, já, og þú veist það var sest inn í svona stóran, flottan amerískan, þú veist ákvæmlega, Edsel eða eitthvað sko og hérna já, þetta var já. bara þegar að bílar voru flottir sko, já, Nákvæmlega. já, Og ekkert vera að pæla í bensínu og svo leis. nei, Allt er ódýrt. En sko, og líka bara kana maturinn, sko. Þú veist, það var allt, ég mitt skrifa eins það í bókinni, þetta var fyrir heitna landið, sko. Þetta var bara fyrir já, heitna landið. örglega í augum margra sko, það er náttúrulega það sem að gerist er að það verður svo mikill uppgangur eftir stríð í Bandaríkjunum og Já, það héldu allir að það drypi bara hunanga á hverju strái þar, já, það var náttúrulega alls ekki reyndin. nei, En hérna, við fengum að sjá glansútgáfunni í gegnum bíómyndir. já, Það var já, náttúrulega bara glansútgáfa, sko. já, En hérna, uh, þú er búin að, sko, þú sagðir, hérna, ég rak augun í það líka, ég var að fletta bókinni inni, að já, þú sagðir mér, þú hefði verið kennari og það hefði einhverju skóla sem hún kendir í, það var alltaf beðið faðirvorið. já, já, Áður en bara barnaskólinn í Keflavík, góða mín. það Ég var byrjaði- barnaskólinn í Keflavík. Já, sko, að hafa vísu, það var búið að skýra Myllubakkaskóla held ég, en þegar ég er alast upp í Keflavík, þá er Gaggó frá 13, 14, 15 og barnaskólinn, sem sagt, barnaskólinn Litli og svo þessi sem ég var að kenna í Myllubakkaskóli, allavega þegar ég byrjaði að kenna 1991 í Myllubakkaskóla og þar eru börn frá 7 til 12 ára aldurs, já, þar er mér uppálagt af skólastjóra þegar ég er að byrja að hvort ég vildi á mótnana fara með faðvorið eða einhverja bæn eða eitthvað heilræð. Ég veit að það voru ekki margir svoleiðis, en ég man eftir einhverjum kennara sem var ekki tilbúin að fara með faðvorið en fór með þá einhver svona falleg heilræði á mótnana. Já, En ég fór með faðvorið og ég söng með börnunum mínum eða nemyndum og Jesú bróðir besti eins og í kringum jólin og páskana og allt þetta, að þá var ég alltaf að fræða krakkana til hvers erum við að halda þessar hátíðir, sko. Og það var svo, sko, það var svo létt fyrir mig. Þarna var ég búin náttúrulega elst upp í bara svona venjulegu kristnu heimili þar sem við fórum aldrei í kirkju samt, sko, en mamma sá þetta gagnvart mér. Ég veit að bróður minn, hann kannast ekki við þetta, ég mætti í aukt til hann segi þetta við hann og hann kannast ekki við þetta, en hún gerði þetta við mig þegar þessi kvöldstund alltaf bæni.
En þannig að þegar ég er að byrja að kenna þá er ég 30 og þá er ég sjálf komin með lítið barn og mér fannst svo létt, búin að gangi gegnum alls konar námskeið þar sem að ég var búin að finna Guð og allt þetta. Mér fannst svo létt að tala um Jesú við börnin og fara með faður og þetta var svo falleg stund og þeim fannst þetta öllum. Þá voru foreldrar ekki alltaf að pota í kennarastarfið og pota í allt sem var gert í skólastofunni. Það fannst öllum eðlilegt að það var ekki eins og talað þetta. Nei. Ekki eins og, og ég man eftir því eins og þá þegar ég var svona undir lokin að kenna, þá var einn pólskur strákur kominn í bekkinn og hann var kaþólskur og hann talaði íslensku og ég man eftir því að það voru engar athugasemdir. Og ef það voru Jehóar, eða votta Jehóar, þegar við vorum að kenna kristinfræði og allt þetta, þá fóru þeir bara í eitthvað annað. Já, ég skil. Þetta var ekkert vandamál, sko. Þetta var bara, þetta er svona, þetta eru íslensk gildi, íslenskar hefðir og bara ekkert mál. Nei, en það er líka, sko, það er bara gott að byrja daginn í bæinn. Það var svo gott. Já, það er svo svakalega gott fyrir, og líka fyrir börnin og svona aðeins að innstilla sig á. Algjörlega, að vita hvert, sko, þú veist, já, bara þegar það er erfitt, eins og til dæmis þau komið frá alls konar heimilum, maður viss aldrei alveg allt, sko, þú veist, þú bara færð barn og þú bara gerir þitt besta að kenna því að lesa, skrifa, reikna og svo koma fræðin inn og svona, alls konar greinar, fræðslugreinar. En það var svo gott að segja þeim, sko, að það er alltaf í hjartanu, það er alltaf þessi fullvissa að Jesús er besti vinur barnanna, sko. Þannig að yndislegt, alveg. Já, þetta var fallegt. Já. En svo þú hefur farið í alls konar nám. Alls konar. Þú hefur aldrei stoppað. Ég er hægt núna, ég nenni ekki meir. Nei. En ég er samt að halda áfram, ég get ekki sagt þetta. Að ég var að koma frá Bandaríkjum þar sem ég var á jógaháttíð og já og eitthvað. Þannig ég sá myndir af þig, þú varst í Sedona sem er náttúrulega bara draumaborg þeirra sem er í andlegu pælingu. Já. Ofsalega fallegu staður, sko. Þetta er bær, þetta eru bara 10.000 íbúar þarna. Já. Þetta er bara, og eins og, sko, það var svo skemmtilegt. Þetta var í 4. skipti sem ég fór þangað og þetta eru Navajo svæði, já. Já, Navajo svæði. En ég tók eftir því fyrsta skipti þegar ég fór þarna árið 2000 og ég man ekki 6. Þá tók ég eftir því að það voru einhverjir indjánar þarna. En þeir voru, sko, þegar við fórum til Grand Canyon og svona, þá voru þeir á verndarsvæðinu, þeir voru rosalega hrjóstrug verndarsvæði og fátækleg. En þeir voru kannski við hraðbrautina að selja skart og svona. Svo var ég að spyrjast fyrir þegar ég var í Sedona, sko, af hverju eru indjánar ekki, þú veist, þeir eru ekki hér. Þá var mér sagt á ensku, sko, þetta væri á heilagur stafur. If God made Grand Canyon, he lives in Sedona. Okay. Já, God er the great spirit, sko. Og það er talað að það er svo mikill kraftur þarna að þeir ekkert að búa þar sem að ég skil, já. Nei, það er svo rosalega kraftur í Sedona, það kemur allt upp á yfirborðið. Það er þessi vortex orka, sko. Já, þannig að hún er mjög mögnu. En þessi er líka merkilegt, sko, að þeir sem að búa þarna, já. Að þeir eru, sko, þetta er aðdráttarafl staður fyrir fólk til að koma að sjá, bara landslægið er svo magna til dæmis. Magna. En þeir eru svo pirraðir út í að fólk sé að koma og ganga fram hjá landinu þeirra eða eitthvað þess að þar. Já. Þannig að það eru heimamenn, sko, sem pirra sig út í það. Þannig að en við þurfum náttúrulega að vera tilbúin til þess að deila svona stöðu með öðrum. Sko, að þú nefnir þetta, þá tókum við eftir, við komum síðast til Sedona 2011. Nú er 2025, það er 14 ár síðan við komum þangað síðast og það var miklu minni ferðabransiðar þá.
núna göturnar eru fullar af bílum og það var svo lítið svona, ég ætla að segja öðruvísi, ég ætla að segja, nú var ofboðslega mikið af Já, alls konar verslunum, en þær sem eru þarna sem okkur finnst spennandi, það eru þessar kristallaverslanir og matvörubúðin er náttúrulega öll lífræn, hún er algjörlega mögnuð og gaman að koma þangað, en það er komið ofsalega mikið alls konar líka, en það sem að jógaháttíðin var haldin, hún var haldin í Oak Creek Canyon, eða Oak Creek, það er lítill bær fyrir utan Sedona, eiginlega svona, mér skilst að tilheyri Sedona, já. Þar var afslappaður orka, ekki þetta sem er orði í Sedona. Ég held að minnir ég hef komið fyrst til Sedona, ég er að reyna að rifja það upp, ég held að verið sennilega 94. Já, við 93 eða 94. Já. Þá var þetta bara virkilegur sko sveitabær. Örfáir sem bjuggaði, það var einn dænir og það var fáarbúðir og eitthvað. Svo kom ég þar sennilega 2011. Já. Og ég man ekki, ég er sennilega ekki komið síðan það. Já. En þú veist, þetta er, já, ég kom að einhvern tímann á milli. Þetta er líka að gerast á Íslandi. Já, ég veit. Við vorum einmitt sko, af því að það var einhver sem sagði við okkur, já, þetta er orðið svo mikið ferðamanna og ég og við sögðum, en þetta hefur líka gerst á Íslandi. Þeir sem muni eftir Íslandi þegar það var lítið af ferðamennum og núna verða þeir svo spældir þegar koma 20 árum seinna, en eins og þú sagðir áðan, við verðum að deila. Já. Þetta er stórkostleg náttúra eins og hér og þar, við verðum að deila. Manni finnst stundum eins og þeir sem að koma til þess að deila sýnis ekki virðingu. Já. Það er aðalega það sem ég finnst, og til dæmis eins og sko ég velti fyrir mér hvort að fólki hafi aldrei verið kennt sem eru erlendi ferðamenn að við fylgjum kindagötunum en við verðum ekki út allt eins og í Hrauni, af því að ég farði á það bara fyrir vestan á Hellnum þar sem ég bjó í 15 ár. Já. Hvernig gönguleiðina milli Hellna og Arnarstapa var þegar ég kom fyrst. Já. Og hvernig hún er orðin núna, því það sko fólk veður bara beint af augum yfir mosann og það er búið að rjúfa hann á mörgum stöðum og búið til nýjar kindagötur. Það var nóg til, en það er þetta kannski sem að manni leiðist. Já, þetta er svona virðingarleysi. Það er ekki að ykkur. Og svo náttúrulega líka, sko, ég er alveg fyrir það að foreldrar mínu ferðust rosalega mikið Ísland. Við vorum alltaf á einhverju flakki. Mamma var með svo mikla ferðabakteríu og sem betur fyrst smita á mig, segi það. Það er eitt af besta sem ég hef ert frá henni. En, sko, pabbi var alveg með á hreinu. Við förum ekki að tjalda fyrir en frost leysir úr jörðu. Já. Af því að annars skemmir svo jarðveginn. Já. En núna erum við með ferðaþjónustu allt árið og það er engin að spá í þetta og þá verða svona útvaðni staðir eins og víða. Já. Af því að það er ekki verið að spá í jarðveginn og það. Og við náttúrulega búum á landi þar sem er mjög mikið rof á yfirborðinu, þannig að við þurfum að passa það aðeins. Nákvæmlega. Samt sko á Arnarstapa, þar er tjald, eða þú veist svona staðir þar sem tjaldvagnar og allt geta komið. Já. Þeir eru með loka á veturna sko, þeir virða þetta á Arnarstapa. Já. En ég hef séð á öðrum stöðum að þar er eins og þú segir, eins og þarna ég held á Hellisandi, þar er opið bara alltaf. En jörðin okkar er svo viðkvæm. Hún er svo viðkvæm, það þarf að passa hana. Yfirborðið viðkvæmt, já, það er það. Já, yfirborðið. Já, það er viðkvæmt. En þú segir Arnarstapa, býrðu þar líka? Já, við eigum hús á Arnarstapa, og ég segi allt rætist sem við viljum að rætist. Þegar við vorum að ákveða að flytja heim til Íslands aftur eftir Noreg, þá vorum við búin að selja, við áttum einbýlishús í Sandgerði og við vorum búin að selja og við áttum ekkert. Svo fekk ég til mín að mér langaði svo ekki að fara aftur í einbýlishús, heldur að búa á 2 stöðum. Og ég orðaði þetta við manninn minn og hann alveg til sko, og svo
vissum við ekkert hvað myndi gerast. Við byggum fyrst í tjaldi, við keyptum svona lavótjald út í Noregi og byggum í því fyrstu 2 vikurnar í garðinum hjá vinahjónum okkar og fórum á klósettið inn til þeirra og við byggum þannig fyrst sko, þegar við komum til Íslands. En svo kom þetta hús sem við búum í núna, það var til sölu og þetta á frístundasvæði Sandgerðisbæjar eða Suðurnesjabæjar. Það var Sandgerðisbær sem bjóða til þetta hverfi við hliðina á Golfvellinum. Svo við ákváðum að koma okkur fyrir hér og svo var ég svona öðru fóru að hugsa þetta, hugsa þetta með hitt húsið sko. En það var ekkert að gerast af því maður það náttúrulega pening og svo gerist það að elskulegi foreldrar mínir, þeir sem sagt kveðja jarðlífið og þá hlotnaðist okkur fé og það var bara fyrsta sem að ég vildi gera, ég vildi kaupa þá hitt heimili og þá var laust þetta hús sem að ég hafði augast á og meira sem hafði augast á fyrir nokkrum árum, þá hefði við leiktað og svo bara var það komið á sölu fyrir, við keyptum það 2022, þannig við erum sikkur með við hafið sko hérna. Við erum sikkur með við Faxaflóa? Já, á Arnarstapa og í Nátthaga, sem í Suðurnesjabæ. Yndislegt, alveg hreint. En segð mér, aðrar bækur sem þú hefur verið að fjalla og eins og líka, þú talar nám í Danmörku, hérna, þú talar nám í Ameríku. Já. Fórst í arkitektanámið. Ég var ekki búin að klára að lesa það. Það var svolítið skemmtileg saga í kringum. Ógjöð. Ég ætla að vera innansarkitekt. Elska mín, eftir 2 vikur, ég var búin að, þetta var sko á Flórída, auðvitað á Flórída, því Íslendingurinn ætlaði náttúrulega að verða brún. Það var náttúrulega aðalmálið á þessum tíma. Það var verða brún. Og hérna, svo að velja fylki þar sem væri alltaf sól. Eftir 2 vikur í þessu námi, þá hugsa ég nenni ekkert að láta eitthvað fólk skipa mér fyrir, sko það með þessar hugmyndir þetta hús og eitthvað, nei ég nenni þessu ekki, svo ég hætti. Pakkaði bara upp og fórst þeim? Já, en ég var hjá þessari greifinju og var áfram hjá henni í rúman mánuð. Ég kynntist, sem sagt, ég ætla ekki að fara að segja ykkur, þetta var rosalegt, ég skil ekki, ég spurði mömmu, mamma, varst ekki stundur hræddu mig, ég var 21 árs, bara, þú veist, ég bara fór til Bandaríkjanna og það var engin internet, það var engin sími, það var ekkert, það kostaði svo mikið að hringja, en þá komu verndarvættirnir mínir, sko, englarnir alveg og pössuðu upp á mig, því að ég fekk að vera hjá alveg stórkostlegri konu, sko, sem ég þekkti ekkert, en hún kom og bauð mér að búa hjá sér, sko. Dásamlegt. Mér fannst nauðsynlegt að segja, sko, markmið bókarinnar í rauninni að við erum að svona högta í gegnum lífstundum, en það er alltaf eitthvað fallegt sem kemur í lokin. Og þess vegna fannst mér nauðsynlegt að segja frá öllu högtinu sem ég búin að lenda í, en alltaf að, þú veist að, þetta allt í lagi, þetta til þess að þroska púslið okkar, sko. Gera okkur sterkari og... Já, svo við komum út sem sterkar konu. En þú hefur líka farið í nám í Danmörku, hvað varst að læra þar? Já, þar var ég, sko, að læra leiklist, dans og söng. Já, ok. Já, og hérna, ég var náttúrulega leiklistakennari líka. Það er svolítið skemmtilegt að því nú ég nýbúin að lesa í stjörnunkort fyrir þig. Já. Ég sagði í kortinu, synguru. Og þá, ég spurði þig, synguru, út af afstöðum í kortinu og þú sagði, nei ég dansa, svo byrjaru viðtalið á að syngja, skilur, og svo ertu búin að vera að syngja, þetta synguru líka. Já, ég ger það líka, Guðrún, ég bara kannski tek ekki eftir því. Nei, þú veist, það er gott að minna sig á það. Já. En söngurinn eins og áðan, það er svo gott, sko, og ég tengi mig við jörðina þegar ég að syngja, að því að ég tengi mig við orkustöðarnar, sko, og svo, þú veist, opna hérna út hálsinn.
sem og er svo æðislegt. gott, Já, gott, æðislegt alveg. já. Já. En þú ert í leiklist í 2 ár og hvað gerir svo í leiklistarnámi þegar þú kemur heim? Þá, þegar ég kem heim, það var árið 1997, þá fer ég á fullt í þessum sama barnaskóla og fekk að kenna, sem sagt, ég fekk að kenna meira af því íslensku, sem sagt, það er krafist þessi íslensku, hérna, þú veist, ríkið, á þeim tíma þá gaf ríkið út aðalnámskrá fyrir íslensku kennslu og partur af því var leiklist, svo að ég fekk leyfi til þess að kenna leiklist í skólanum, sko, alveg á fullu. Ég sett upp sýningar í frímínútum og svo voru Vá, alltaf sett upp sýningar. æðislegt. Yndislegt. Og Já. þetta var svo gott fyrir, til dæmis ég sá krakka sem ég var með, sem voru nemendur mínir, sem voru svona fullir af krafti, þeir fengu svo miklu útrás í leiklistinni. En svo set ég upp sem sagt, leiksýningu hjá Leikfélagi Keflavíkur, þarna voru 40 krakkar og ég lærði í Danmörku, þá lærði ég að búa til leiksýningar með börnum og unglingum, þar sem að þau voru að búa til verkið, þau stjórnuðu verkinu, þau stýrðu tækni, málum og öllu og við byggum til svona sýningu hjá Leikfélagi Keflavíkur árið 1998 og svo var ég svona að vinna, svo var mér boðið að koma árið 2000 að þá losnaði leiklistakennara staða í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og þá bauð skólameistari mér að koma að kenna leiklist, munnlega tjáningu og dönsku, af því ég var nú dönsku menntaður kennari og ég byrja á þessu, ég saði upp sem sagt, í barnaskólanum, fór að kenna þarna og sett upp hárið og gerði voða mikið og var þarna í 5 ár, en í millitíðinni þá bý ég til, ég og maður minn, við byggum til ævintýrahús í Sandgerði sem hét Púlsinn ævintýrahús. Ok. Já, við gerðum þetta árið 2003 held ég, þá við keyptum gamla kaupfélagshúsið og gerðum upp og buðum upp á svona eins og kramhúsið, alls konar námskeið. Og þá var það farið að verða of mikið fyrir mig af því ég var líka að kenna leiklist þar og leiklist í Fjölbraut, svo ég hætti í Fjölbraut árið 2005, hætti. Af því að þá vildi ég bara vera í þessu frjálsa, já, og skapandi og svona. Ég man eftir að hafa séð auglýsingar þetta en á þessum árum bjóðum í vestan svo ég var ekki svo mikið á ferðinni fyrir sunnan eins og það stendur en við náttúrulega hittumst á mótunum á Snæfellsnesi. Árið 1991 Guðrún kom ég til þín með 8 mánaða gamla dóttur mína og þið voru með þessi útihátíðir á Hernum. Og ég á með þess að ljósmynda mér þar sem ég stend með einhverja indjánafjaðrir og jökullin fyrir aftan. En þarna prófaði ég fyrsta skipta að fara í svett með honum indjánanu sem þú komst með. Nóno. Og stelpa mín var í pössun á meðan, ég fór þarna inn og þetta var upphafið að einhverju stórkostlegu. Það var stórkostlegt. Það er mikið ferli sko og það er í rauninni synd að það skulle ekki vera svona útihátíðir. Þetta var svo æðislegt. Ég fór nokkuð sinnum á svona útihátíðir. Þetta var svolítið merkilegt sko að þessi mannræktamót sem við vorum með að við þurftum aldrei að panta lögreglu. Nei. Og það var að ruslið eftir hátíðina komst fyrir í einum svörtum plastpoka. Hugsaði. Það var eiginlega ekkert skilið eftir, fólk bara gekk svo vel það var engin drukkin. Nei. Og það var engin undir áhrifum eiturlyfja, það voru bara allir að upplifa. Það var svo fallegt. Það var yndislegt, sko, það var góðu tími, mjög góðu tími. En svo ein af þessum lífsreynslum sem þú hefur fengið er sjúkdómur, svolítið áfall. Já. Ég, þessi kraftmikla manneskja, var tekin í raskatið, afsakið orðbragðið, en þá var bara eitthvað skordýr sem beit mig og líklega skóamítill og ég fekk Lyme disease og ég veit ekkert hvenær, þetta er nefnilega svona
þú veist, þetta lá í leyni inn í mér eins og borreljan eða Lyme bakterían getur gert. Já, Og árið 2008 þá var ég að byrja í viðburðarstjórnunarnámi á Hólum í Hjaltadal og ég var líka að kenna jóga en þá var ég hætt í Fjölbraut sko. En þá var svona mikið álag á mér og ég man alltaf eftir stundin ég ligg í sófanum heima og er að lesa eitthvað námsefni, þá byrjar hausinn á mér að titra svona inn í mér eitthvað. Og ég alveg bara býti nú við. Ég er örugglega að gera, þá bara tengdi ég það strax við að ég væri að gera mikið. já. Og ég ákvað að kveðja jógavinkonu mínar og sagði þeim ég yrði að taka mig pásu, þetta væri mikið. Og svo, en það sem gerðist áður, af því ég var í samskipti við hana Matthildi Þorláks á þessum tíma, alveg frábær, heilpraktíker, algjörlega frábær. Og en 7-8 mánuðum áður en ég byrja að upplifa þessi einkenni, þá vorum við hjónin, við vorum búin að selja púlsinn og við vorum byrjuð að ferðast, alls konar, út allt. Já. Og þá var okkur ráðlagt að fara í 4 bólusetningar. Og við fórum í þessar 4 bólusetningar sama daginn. En af því að ég var með þessa elskulegu bakteríu einhvers staðar inn í mér, og þegar að hún, þetta er Matthildar skýring, af því að svo greindi hún mig með Lyme. Sem sagt, árið 2011, þetta er búið að vera svona ferðalag, sko. Árið 2011 þá greinir hún mig og hún segir við mig að þegar að taugaveikissprautan sem var eitt af því sem okkur var ráðlagt að bólusetja okkur með, þegar hún hitti Lyme bakteríuna, þá var partí vegna þess að Lyme bakterían kemur sér fyrir í taugakerfi og byrjar að veikja það og byrjar að veikja líka ónæmiskerfið þitt, sko. Og þarna, sko, og hún er að grassera í mér í nokkur ár og svo fyrir við út þarna 2011 en deginum áður og ég mitt segi frá þessu í bókinni, sko, að því þetta var svo magna að bara kom til mín í draumi að ég ætti að fara til Matthildar, sko. Ég ætla ekki að segja meira frá því að þetta svona, en allavega þá kemur það í ljós að ég er með Lyme og ég er að fara af landi brott og í Noregi er ofboðslega mikil umræða Lyme en enga lækninga að fá og ekki heldur í dag, ekki nema þú fáir bit og fáir svona rauðan blett og komir þér strax til venjulegs læknis og fáir fúkkalyf í 21 dag. Já, það er svoleiðis, já. Já, það er svoleiðis að þá nærðu að stoppa bakteríuna. Já. Og ég upplifði aldrei þetta, ég bjó náttúrulega í Danmörku og þar gæti ég hafa verið bitin, ég fór til Tyrklands árið 2007, þú veist, ég man eftir bitið þar í Efesus og þar eru dádýr, sem sagt, í Efesus. Þannig ég veit ekki hvar það byrjaði en staðan er þannig að ég er búin að fá hjálp fyrir löngu að láta hreinsa út mér bakteríuna. Já. Og það var hann Valdimar Gísli með Rayyonex tæknina sem er núna í höndum þeirra Fjólu og Þuríðar. Og sem sagt bakterían er farin en ég er að eiga við sem sagt bataferli að lækna taugakerfi, elsku taugakerfi. Og það besta sem ég geri, það er að gera jóga, það er að hugleiða og það er að dansa. Það er besta sem ég geri. Og ég, sem sagt, já, þetta er mitt verkefni en ég læti þetta ekki stoppa mig vegna þess að það er allir liðverki. Fyrst þegar ég var að greinast og svona þá var ég með ofboðslega liðverki, ég gat ekki gengið, ég var ofboðslega þreytt, þú veist, alltaf verða veik og varði ekki veik. Allt það er farið út. Í dag er ég að díla við auðmýktina sem fylgir í að bara að lækna. Dásamlegt að þú skuli vera í svona góðu bataferli. Ó já. Og ég geri allt sem ég langar til að gera og ég nýt þess að vera til og auðvitað er ég þakklátt fyrir þetta. Ég var ofboðslega sterk, ég þurfti að fá þetta vegna þess að alltaf ef einhver var veikur í kringum mig, þá var ég harkaði þetta að þér. Þú veist. Ok, já, ég skil.
þú veist, getur ekki bara harkað þetta að þér. Og svo var ég svo slegin niður að ég náttúrulega hágrét yfir þessu. Hvað Guð væri nú að gera við mig, ég sem var svo duglega að vinna fyrir hann. En svo hef ég líka hlegið að því að þetta var svo gott á mig, af því að ég þurfti þetta. Já. Og þetta er búið að kenna mér svo margt. Ég held að við fáum það sem við þurfum að fá. Heldur þú að vera hægt á þér við þetta? Já, já, það átti að hægja á mér. Já, Það það átti er, að hægja á mér. já, það er Og stundum líka það bara sem, viðhorfið, hægja á já, viðhorfinu. já, það er mjög öflugt, sko. Það er mjög öflugt. Já, og Ég, líka að taka þessu þannig, ekki, þú veist, auðvitað, maður verður ofsalega sorgmættur, maður syrgir heilbriða líkama sinn og allt þetta, já, en svo ef maður fer bara á vagnin, ok, núna er staðan svona, hvernig get ég notið þess að vera til svona, af því ég er ennþá ég, já, já, skilur já, mig. já, 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 Það er já. ekki búin að drepa mig, Ekki drepa þannig andan mig. yfir. Nei, ég skil hvað áttu við, sko. Já. Þú eru verið duglega að fara og halda fyrirlestra og fjallum þá efni bókana þína. Nei, ég hef ekki verið. Ég hef ekki verið duglega að gera það, Guðrún. En þú ert að fara til Akureyrar hjá Sálarasólimpíuleiðin, ertu þá ekki að tala um orkuljósin 7? Jú, sko, þegar að þetta viðtal, neða, þessi fyrirlestur var bókaður, þá var ég ekki búin að gefa út hvítubókina af því hún kom út fyrir mánuði. Þessi hérna Já. Ég er man eftir að þú hélst hérna útgáfupartí í Pennanum já, á Suðurnesjum, á Suðurnesjum. Hún er náttúrulega geggja flott búð, nýjastæðurinn. bara æði. Já, alveg Bara æði. svakalega fín, sko. Já, ég held alltaf útgáfu fyrirtæki hjá Pennan. Þeir selja fyrir mig Já, bækurnar já, og Betra líf í Kringlunni já, og þær seljast mjög vel þar líka. já, En svo hef ég farið með eitthvað niður í Gjafi Jarðar sem er yndislega búið á Laugavegi. já, Já, þar hef ég líka verið. En veistu, að því þú segir þetta, sko, ég náttúrulega er svona Hay House, Louise Hay aðdáandi já. til Eins að og byrja með. við vorum því að hún náttúrulega leiðir svolítið brautina fyrir okkur með bókinni You Can Heal Your Life sem Nákvæmlega. hjálpaði sjálfum þér á íslensku. Sko, ég nefnilega gaf út bók undir hennar prentsmiðju, borgaði allt sjálf og allt, þú veist, hún var með svona hlýðar fyrirtæki fyrir Já, nýja. Balboa Press. Balboa Press og ég fer til Washington árið 2012 og er að kynna þessa ensku bók mína Becoming Goddess og allt þetta og þá sé ég hennar hugmyndir fyrir sitt fólk er alltaf að fylgja bókunum eftir með fyrirlestri. Bara hér kemur bókin, hér kemur höfundurinn en ég er að kenna jóga og hef verið að kenna jóga og svo hef ég verið að skrifa svo ég kannski hefði þurft að gera meira af þessu sko. Já, en það sem að, já, örglega ég líka skilu þegar ég Já, út í það. nákvæmlega. En það sem er sko merkilegt í sambandi við sko markaðurinn í Bandaríkjunum er öðruvísi vegna þess að þeir halda kynningar í bókabúðunum mjög víða Já, og svo það sem hefur breyst núna já, er að bækur eru mjög mikið kynntar á TikTok, heyr ég. já, en Þú veist, eða Instagram eða eitthvað sko. En, já. Já, ég vel frekka kannski Instagram eða eitthvað þess en ég hef líka bara selt mjög mikið af bókum beint í gegnum póstlistan minn. Já. Þannig það er svona einleg, þannig það er alls konar leiðir til en Já. það er náttúrulega sko betra líf heldur en þá þessum status Já. sem að búðin hafði í upphafi og hún var eina verslunin í Reykjavík eða á landinu sem seldi bækur andleg málefni og sjálfsvægt og annað þess að það og það var sko það var svo merkilegt að bókabúðina tók ekki þessar bækur inn. Hugsaði þér. Af því það var svo mikið viðnám í upphafi sko Já. og það var alltaf eftir því að þegar að Jón, ég man ekki Jón Karlsson minni mig sem var forstjóri Iðunnar á þeim tíma, bókaútgáfunnar,
að hann fær útgáfuréttin á bókinni hann Louise Hay, hjálpaði sjálfur þér, en já, hann gaf hana út undir nafni einhvers lítils útgáfufélag sem hann hefði keypt, af því að Iðunn nei. gat ekki verið þekkt fyrir að gefa út svona bækur, skilur. Ó, Þetta var sko á þessum upphafs árum, þessara fyrstu umbreytinga sem við erum svo að uppskera svo mikið af núna, já, að já, þá var þetta eiginlega tabú að þú skildi vera vinn í sjálfum þér og elska sjálfa þig og hjálpa sjálfum þér og vinn úr áföllum og einhver. ó, Þannig að þú veist, þetta var allt svo nýtt og, já, og ég seldi svona orkuarbönd sem já, voru með tveimur kúlum já, á nú ekki lengur neitt svo les, en þú veist, ég var bara að selja galdra hluti. já, Þú veist, og skorti ekki skoðanir fólks á því, sko. já, En það er samt, sko, svo nöðsilegt að maður hafi kjark til að halda áfram með það sem maður hefur áhuga á að gera og já, það maður trúir á. já, Og við vitum, þegar við lítum tilbaka, að það sem við höfum verið að gera hefur verið að hjálpa fullt af fólki í gegnum tíðina. ekki spurning. Þess vegna erum við að þessu. Já, Og mína bækur, það er bara hjarta sem er og ég er minn eigin útgefandi já, og ég er búin að vera það núna undanfarnar þrjár bækur held ég, fjórar bækur og það er þetta frelsi. Að það er að skrifa það sem ég þarf að skrifa og gefa út það sem ég þarf og það er ekki bara ég, það er röddin sem ég upplifi í gegnum mig. já, sjálfsög. Það er bara þannig. Já. En segð mér, þú kalla bókaútgáfuna þína Dýrindi, Já, hvaðan kom nafnið? sko, það er náttúrulega, ég er búin að taka upp 2 bækur á Storytel og það fara ekki fleiri bækur fangað inn, sko, af því að það er bara svo leysið, borga Já, illa já, og við bara hugsaum okkur líka, sko. já, En þegar að ég er að talsetja, að ég talaði sjálf þessar 2 bækur sem eru á Storytel já, og þegar ég búið með fyrstu bókina þá segir hann Gísli Helgason, já, já, hann það segir, er hjá og honum, hvað já. heitir forlagið? Forlagið segir, já, hvað heitir það? Og ég hugsaði, já, heyrðu, og svo hugsaði, já, bókaútgáfan, hvað er uppáhaldsfuglinn minn? Það er Lóa, hvað segir hún? Dyrrindi, bókaútgáfan Dyrrindi, Gísli, já, flott, það bara kom svona. Þetta er að gera hlutina í augnablikinu. Það er alltaf þetta sko með fuglana og það er eins og núna þegar við vorum stödd í Sedona fyrsta morgunin okkar þá voru 2 kólibrífuglar að fljúa hjá okkur hjónum og sína okkur hvað þau varu æðislegir og Það þeir er svo voru fallegir, já. og maður stendur bara svona ó, hvað þetta er fallegt Já. og svo eitt kvöldi þegar við vorum að fara að því vorum á jógaháttíð og við vorum að fara á eitthvað námskeið og erum að labba út úr bílnum og þá segir maðurinn, heyrðu, hér eru leðurblökur. Það var allt fullt af leðurblökum að fljúa. Vá. Og ég náttúrulega fer alltaf beint í að athuga hvað þýðir power animal bat og eitthvað. Ok, og hvað þýðir Power Animal Bat? Það var eitthvað, veistu að ég manna ekki byrjum, það var eitthvað svona að sjá heiminn, náttúrulega þær horfa á hann á golfi. Já, Þær eru á golfi, en ég veit, sko, ég ætla að spurði mig frekar kólibrífuglinn, af því það var gleði. ég veit, það er gleði, já, já. Það var bara Bóða gleði. gleði, já. Það bóða gleði og svona hamingju og Það hreyfingu. er gafið með batt. En allavega, ég kíkti á þetta. Svo bara fennir yfir þau spór. Maður fyrir að gera eitthvað annað, skilur. Já. En sko leðurblökurinn sjá að losa svæðin við skordýr, Ok. alls konar, já. Þannig að þú veist, eins og moskítuflugur og annað þess að það Já. að lifa þeim. Og það er Það er náttúrulega ekkert koma, þið hljóti hafa verið í annarkost sko snemma mótni eða síðar hluta dags. Já, þetta var sko undir kvöld. Já, já. Sko, við vorum í 1400 metra hæð yfir sjávarmáli. Já, ég veit að þetta er Þetta er sko, svo hátt uppi. maður gerir sér eiginlega ekki grein fyrir því sko hvað það er hátt uppi. Fyrir við fórum að lappa. Já, Þá fundum við
bara, Aðeins í móð, já, já, heyrðu, þetta tekur dálítið á lungun, býtu, já, við erum í 1400 metra hæð yfir sjávarmáli. já, Það sem ég fannst stórkostlegt er náttúrulega þessi rauðu klettar sem er í kringum Sedona já, og við fórum einn morgunum, við vorum búin að vera í hérna Qigong frá klukkan 5:30 til 7:30 um morgunin, sem sagt, vorum í því og ofsalega falleg upplifun og svo var komið hlé og ekki næsta námskeið fyrir neitt hjá og þá fórum við af Bellrock sem er þessi já, ofsalega falli eins og stór bjalla, já, og já og bara vorum þar og aðeins að skynja en þá var komið fólk sem var út að lappa sko og ég lagðist svona í klettinn og bara svona leifa orkunni í klettinn að fara í gegnum mig og þú veist bara ég bara dásamlegur, elska kraftin þarna sko. já, já, hann er dásamlegur. Við hefum fullt af kraft á Íslandi líka, ég er alveg Já, á því. veit það. Ég veit þú ert sammála mér í því. Já, Ég vil þakka þér ótrúlega vel fyrir þetta skemmtilega viðtal já, og fyrir að hafa byrjað það svona skemmtilega með já, trómuninni, fallegu. Ég hvet þig sem ert að horfa á að smetla á like og smetla á subscribe á þáttin líka til að hjálpa mér að deila þessu skemmtilega viðtali sem víðast og ég seti upplýsingar hér undir myndbandið þar sem það hvar þú getur nálgast bókina eða bækurnar hennar hérna Mörtu, hvar það er, sem sagt, hún er náttúrulega selur upplægið upp svo það er ekki já, allar, ég ætla að segja fyrir mín elskan, það eru bara þessar tvær eftir, já, þessi er alveg að verða búin og já, ég er bara með lagin heima hjá mér þannig að þegar hún er búin þá er hún búin en þessi er bara mánaðagömmul, það er ennþá hellingu til af henni, já, eins og er eins og er, frábært. en Svo bara, takk fyrir mig. takk hérna hlustendur, takk Marta, þetta er Takk. búið yndislegt, bara sendi kærleik og ljós til allra, takk, takk. Æðislegt, takk fyrir mín, Guð blessið. Takk.